Góðan daginn, góði gestir, verið all velkomin á hádegisfyrirlestur á vegum Þjóðminjasafnsins. Í dag ræðir Dr. Hildur Gestsdóttir rannsókn sem framkvæmd var sumarið 2017 að Disneysi við Eyjafjörð og Þjóðminjasafnið hýsir núna litla sýningu með svona sýnishornum af gripum sem þar fundust og svona ályktunum sem hafa verið dregnar í kjölfar rannsóknarinnar. En Hildur hérna með fleiri sérfræðingum sem að unnu að rannsókninu og mun kynna þá til söguna ef þið hafið spurningar á eftir að þá sem sagt hérna úrvalslið að svara. En sýningin sem sagt uppistandandi og ég býð ykkur öllum að skoða hana að fyrirlestrinum loknum. Hún alveg hreint fremst fyrir framan grunnsýningu safnsins þegar gengið upp tröppurnar úr andirinu. Ég heiti Jóhanna og hérna fyrir hönd Þjóðminjasafnsins og býð Hildi að stíga í pontu, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Já, komið sæl og takk fyrir að koma hérna að hlusta á okkur. Ég segi okkur að því ég var bara svona valin til þess að halda fyrirlesturinn. Það var hérna ekki lýðræðisleg kosning. Og það svona stendur þarna Hildur Gestsdóttir og fleiri af því að það hérna fullt af fólk í salnum sem að vann að þessari rannsókn. Við unnum að þessari rannsókn saman og ég mun örugglega kalla á hjálp frá þeim og meðan ég tala hérna við ykkur og þeim að ég líka grípa fram í samstarfsfólk mitt, ekki til hinn ef ykkur finnst ég hafa sleppt ykkur mikilvægu. En eins og fram hefur komið þá þetta rannsóknin á klimategnum á Disneysi fór fram síðastliðið sumar og Þjóðminjasafnið setti upp þessa sýningu sem var alveg frábært. Og ef við bara byrjum svolítið að staðsetja okkur að Disneys auðvitað hérna í vestanverðum Eyjafirðinum og á sem sagt svona pínu litlu nesi, það svona valla hægt að kalla þetta nes, svona smá svona bunga út í fjörðin þarna, þar sem Kumlategunn liggur og þetta var sem sagt framkvæmdarannsókn, þarna ég var að fara hafnarframkvæmdir og út af því að þetta er framkvæmdarannsókn þá þegar við fundum Kumlateginn þarna sem var nú ekki alveg víst að væri þarna þegar við byrjum að þá var sem sagt farið strax í að grafa upp allan teginn, sem sagt risastórt svæði opnað eins og ég segi hér. Hvað er það stórt hál? 400 fermetrar. Og það var margt óvenjulegt við þennan stað og margt mjög ólíkt við þá Kumlateyjar sem við höfum rannsakað til þessa og ég mun svona fara yfir það svolítið seinna. En það sem ég ætlaði að gera í dag að svolítið bara fara yfir svona helstu atriði, segja frá svona því helsta sem við fundum á staðinum og kannski segja svona nokkrar örsögur sem tengjast summa þessum minjum og af því að ég var valin til að halda fyrirlesturinn þá ákvað ég sjálf hvaða örsögur væru skemmtilegar þannig að þetta sem sagt fyrirlestur sem gengur á það sem mér finnst áhugavert. En sem sagt helstu niðurstöður þar að við fundum sem sagt þarna 6 kuml á Kumlategnum og kumlin eru sem sagt þessi rauðu fletir með svona lillabláu, það ekki þannig í kring og rauðu fletirnir eru í rauninni grafirnar sjálfar, sem sagt hólan og gráu eða lillabláu litblind það er sem sagt haugurinn sem var settur yfir gröfina. Öll þessi grænu svæði eru sem sagt einhver merki mannaverk, einhverja gryfjur eða eitthvað svoleiðis, þannig að staðurinn er töluvert flóknari en þetta, en við höfum ekki endalausan tíma þannig að við ætlum bara að fókusa á þessa 6 heilu hauga sem við grófum upp, sem við rannsökuðum þarna.
Þegar ég segi heilu hauga þá það ekki alveg rétt af því að sjórinn hefur nú haft töluverð áhrif á kumlategund. Það sjáum við þetta bara alveg hérna í strandlengjunni og þessi 3 kuml sem liggja hérna meðfram ströndinni hafa öll að einhverju leyti verið rofin af sjónum. Þannig að en það sem ég ætla að gera, ég ætla bara svona að renna í gegnum hvert kuml fyrir sig. Við erum ekki alveg komið með alveg hreina sögu svona tímalínuna, sem sagt í hvaða röð þau eru. En eitt sem að virðist vera að þessi haugur hérna sem langstærsti haugurinn á svæðinu, hann 9 metra langur, torfhaugur með stakri gröf og þetta virðist vera eins og staðan í dag allavega elsti haugurinn á svæðinu. Þetta þannig séð frekar einfalt mannvirki þó að við höfum verið í svolítinn tíma að klóra okkur á hausnum hvað var í gangi. En hérna erum við að horfa sem sagt ofan á hauginn og það sem við erum með að hérna farið að glitta í svona smá grjótmannvirki utan gröfina sjálfa. Hér sem sagt hóla þar sem að kumlið var opnað hefur verið opnað einhvern tímann í fyrndinni og það kannski mikilvægt að segja frá því að það er búið að raska öllum gröfum. Það hafa allar verið opnaðar einhvern tímann í fyrndinni og ég tala svolítið meira það í lok fyrirlestrarins. Það eru sem sagt líka þessar hólur hér eru girðingastaurar nútíma en haugurinn sjálfur sem sagt þetta allt torfhaugur og hann lítur svolítið þannig út eins og sem sagt á þessu svæði forsöguleg gjóska H3 sem skenna hvít og það sem þeir virðast hafa gert eiginlega velta torfum til þess að búa til hauginn og einhverjum tímapunkti hefur þarna staðið stór 9 metra langur hugsanlega svolítið svona vel hvítur haugur sem hefur verið svona mjög sýnilegur frá sjónum þeim sem sigldu upp í fjörðinn. Á hverjum stað ætla ég bara að setja svona samantekt það sem fannst í haugnum. Þessi stóri haugur sem virðist eldri á staðnum sem sagt þar lá kona sem hafi verið greftur með stórum hundi og þessum gripum sem þarna eru listaðir og sýndir. Næsta kumlið sem ég ætla að tala það sem hérna lengst í norður og það virðist vera allavega eldri en þessi 2 kuml. Hvernig þessi svo tengjast hinum kumlunum á svæðinu erfitt að segja. Eins og ég sagði áðan þetta hafi verið rofið af sjónum og þannig að í rauninni að suðurendin var heill en norðurendin horfinn. Og þetta mjög merkileg gröf að því að þetta svo mikið rofið af sjónum og búið að seinni tíma opnanir að þá þetta kannski ekki alveg skýrasta en sem sagt þetta hefur verið sem sagt svona metersbreið gröf. Við erum að horfa hérna ofan í gröfina þegar búið að opna hana, búið að taka hauginn ofan af og hún hefur verið þyljuð. Þannig að það sem þið sjáið hérna í þessum brúnu litum og næra í rauninni alveg hingað út að það sem sagt verið grafin svona metersbreið hola. Hún rúmlega 2 metrar á lengd þar sem varðveitt af henni og svo hefur verið sem sagt sett þyl ofan í hliðarnar og í botnin. Þannig að þetta sem sagt þyljuð gröf sem ekki þekkt á Íslandi. Þetta var karlmaður og hann var grafinn með svona alvæpni, sverð og skjöld og hnífa og brýni og ástæðan fyrir því, svo ég minna það nú aftur að ég get ekki sýnt ykkur mynd af þessu öll á sínum stað í gröfinni að því það búið að hreyfa við nánast öllu. En hérna ætla ég bara svona að sýna ykkur svolítið bara svona sögu þessa sverðs svona hinga til. Að þegar maður finnur svona sverð, sverðið hefði sem sagt verið skilið eftir þegar gröfin var sem sagt endur opnuð í síðasta skipti allavega og lágu eiginlega bara svona á smá ræmu sem var ósnert. Þannig að upphafið af sögu sverðsins svona nútíma sögu sverðsins þetta að hreinsa fram og hérna ég með klippur til þess að klippi burt allar ræturnar sem voru farnar að vaxa kring þetta. Þess að hreinsa til þess að skrá það og svo þarf við þetta að koma því upp og þetta mikið verk og við sátum þarna heil lengi og
alls konar fræðimenn og ræddu saman og það sem búið að gera hérna er að setja sverðið á svona smá svona stall og erum að fara að renna hérna undir stálplötu svona smá sögufölsuna því þetta reyndar annað sverð hérna en þetta semst alltaf vafið inn í plast og svo sett gifs utanum og þannig það flutt í forvinnsluna og þá standa aðrir sérfræðingar í hnapp og ræða hvað það að gera og svo endanum er hérna sverði allt röntgenmyndað áður en snert við því og þið sjáu hérna að sverðið í rauninni allt til staðar en öll varðveisla á málmi beinum frekar slæm þarna á Disneysi þannig að það mjög svona illa farið þau sjáu það brotið hérna í 4 parta þegar þessi lokið þá það grafið upp af sérfræðingum inn á safni og forvarið og svo nú síðast sett hérna upp á sýningu og þið getið farið og skoðað það þar næst ætla ég að tala þessi 2 kuml hér og það sem virðist vera eins og ég segja þau virðast vera yngri en stóru haugurinn og þetta eru sem sagt bátskumlin 2 sem fundust í Disneysi. Hér erum við aftur að horfa á drónamynd sem var tekin og það var rosalega þurrt og allt svona einhvern veginn grátt alltaf við vorum endalaust að sprauta vatni til þess að reyna að halda einhverjum hérna. En þið sjáu það sem sagt hér einn báturinn þetta sá sem betur farinn en hann var samt rofinn að hluta af sjónum og svo hinn hérna og hann var miklu leyti farinn í sjóinn. Þeir eru svona cirka 7 metrar á lengd og hérna það hvað? Þetta hvað var sagt? Stór feraringur, lítill sexaringur, eitthvað svoleiðis. Þetta svona situr þannig eitthvað stór á milli. Það sem við fundum í þessum gröfum svolítið svona áþekkt, þetta voru bæði karlmannsgrafir, líklegast hestur í báðum, það ekki alveg öruggt með þennan hérna, hestsbeinin fundust í mjög röskuðum lögum, en líka hundar sem sagt, og svo allt sem bendir til þess að þeir hafi verið grafnir með alvæpni. Í þessum hér bát þá fannst sverð sem var mjög illa farið, spjót, exi, hugsanlega voru skjaldarbólur, svona, já, sem vantar þarna hjá mér sýnist mér. Hérna sjáum við að það eru merki vopn og þar sem finnst skjöldur, þar hefur á öllum líkundum verið meira vopn, þar hefur verið sverð eða spjót eða bæði, en erfitt að segja til út af þessum röskunum. Það sem þetta áhugaverðast við þessi kuml eru bátarnir sjálfir. Fyrir eftir hvernig við teljum, þetta eru 9. og 10. bátskumlið, eitthvað svoleiðis, sem fundist hefur á Íslandi. Og það sem helstu svona merkin sem við notum til þess að greina þetta sem bát þetta bara lögunin á gröfinni, hún hérna bátslaga, í hvorri gröf fundum við 400 hérna nagla og í þessum syðri bát sem við sáum þarna að þar sáum við líka merki timbrið úr bátnum. Það var sjaldnast hægt að lyfta timbrinu, þetta í rauninni bara skuggi í moldinni, en þarna þegar búið að grafa það fram þá sjáum við hérna borðin í bátnum. Svo ég bara hérna viðargreining úr bátunum er hérna ansi áhugaverð af því þessi bátur virðist hafa verið úr lerki, nú horfi ég svona áhyggjufull á Lísabethi, sem þá sem sagt rekaviður og hann þá líklegast mögulega sem sagt hann smíðaður hérna, ok. Já, þannig að þetta sem sagt heima smíði, hinn báturinn aðalega já. Það sem hægt að greina tegundar og skógarfura, en svo fannst inn á milli voru lerki af viðum sem ég var
Já. En megin hluti bátsins var furu. Já, þannig að megin hluti bátsins úr furu og þá hann smíðaður annar staðar á Íslandi. Fura ekki rekaviður, en já, getur hann líka verið, ok. Já, en merki viðgerðir sem eru þá hér, af því það lerki. Eins og ég sagði áðan, þá eru þetta svona miklar karlmannsgrafir, þetta beinagrindurnar eru köllun, það einn einstaklingur í hvorri gröf, vopn og hestar og hundar og svoleiðis. En svo ég fara að tala um það sem mér finnst áhugavert, að sem sagt í nyrðrakumlinu þá fannst þetta sem við fyrir ekki nær, sem mér finnst mjög spennandi. Þetta sem sagt höfuðkúpubein, við erum að horfa hérna framan á ennið og hér eru augun. Og það rosalega mikið beineyðing og sem sagt þetta hann hefur öllingindum verið holdsveikur. Mjög miklar breytingar á enninu og andlitsbeinum og hefur líklegast verið að missa annað augað, þannig hann hefur það hefur svona séð mjög á honum að hann hefur verið veikur, en það virðist ekki hafa haft nein áhrif á það að hann endaði í þessari ríkulegu gröf. Hérna svona bara mynd af holdsveikum Íslendingi sem sýnir hvernig svona þessar fyrstu breytingarnar eru. Þið sjáu að það komin svona hnúðamyndin á ennið eins og þessi hefur örugglega verið komið með. Það svona byrja að lamast hérna í kringum augun og breytingar komnar niður á andlitið. Þannig að já, sem sagt, hann hefur sem sagt litið mjög illa út en fengi þessa mjög ríkulegu gröf. Síðustu tvö kumlin eru þessi tvö. Og þau eiga það sameiginlegt að vera ansi lík, að þetta eru sem sagt grjóthlaðin kuml, hér sem sagt myndir af þeim á meðan er verið að grafa. Þið sjáum sem sagt annað kumlið er hér og hitt er hérna. Ólíkt hinum gröfunum þá eru þetta sem sagt tvöfaldargrafir, þannig að það eru sem sagt svona par af gröfum undir högnum og ofan á þessu var mjög mikið af grjóti, þannig að þetta eru grjóthlaðnir haugar. Og sem sagt það sem fannst í þeim voru annars vegar sem sagt í þessu þá sem sagt fundust tennur úr manni í syðri gröfinni en ekkert meira, þannig að það er ekki hægt að segja meira en að þarna hafi verið fullvaxin einstaklingur grafinn. Og svo var sem sagt hestur með mél í hérna niðri gröfinni og hérna kannski það áhugaðasta sem við fundum hér svona þessi silfurhringur og peningur en líka ýmislegt annað sem að fylgdi þessum einstaklingi í gröfina. Þessi gröf var líka þríð eða? Já, það er sem sagt einhvers konar timbur. Já, þannig að það er greinilega verið að smíða eitthvað svona ofan í gröfina. Þessi sem sagt síðasta gröfin sem við að kumleysætunum, þar var töluvert minna af dóti. Það voru engin bein varðveitt í syðri gröfinni, nokkrar hesthennur í þeirri niðri, en þar fannst þetta fína spjót, þess að hnífur og sylgja og naglar. Allstaðar það sem talað um kistil, þar eru rauninni naglar sem eru líklega úr einhvers konar kistli. Það sem var samt áhugavert við þessar grafir, fannst mér, er að þetta eru í raun flóknustu mannvirkin á svæðinu. Það er sem sagt, eins og ég segi, þarna hafi verið sem sagt hlaðið upp einhvers konar grjótmannvirki, þessi grjóthringur sem eru utan grafirnar og í þessu var líka töluvert af torfi og svona vísbendingar kannski ýktara í þessu hérnakumli að það hefði sem sagt verið opnað og svo lokað og hlaðið upp og opnað aftur og svolítið svona langt ferli af því það sem er verið að sem sagt vinna eitthvað í högnum sjálfum. Og þetta er auðvitað það sem við sjáum, langflest kuml sem við höfum rannsakað á Íslandi hafa verið opnuð einhvern tímann í ferðinni. Og það sem er að sjá meira og meira
að þetta ekki hægt að afskrifa sem endilega að það sé verið að ræna gósi eða neitt svoleiðis, að í einhverjum tilvikum þetta einhvern veginn partur af hefðinni, að greftrunarferlið mun flóknara heldur en að grafa holu og setja mann og dót oní og loka yfir. Það verið að koma aftur á staðinn, það verið að byggja upp, það verið að opna. Og í rauninni það svolítið augljóst ef við tökum saman það sem við sjáum rof bara í landinu heild sinni, að það alls konar í gangi, að ein opin gröf ekkert endilega sama og önnur opin gröf. Það ýmislegt annað sem við sjáum sem að tengist þessu ferli, það sem verið að opna og færa til og því líkt í þessum gröfum. Og það eru tvö tilfelli, annað í stóra haugnum, þar sem konan var greftruð, og hitt í eina bátskömlinu, þar sem eru merki höggsár á beinum. Ég veit ég hvort ég sjáu það, þetta sköflungur konunni og það smá höggsár hérna. Það í rauninni það sem við sjáum að þetta í mjúkt bein, þetta ekki sár sem verður til í bein sem hefur verið grafið í mjög langan tíma, og það ekki nein merki að það hafi gróið, en það sem við getum ekki sagt alveg til það möguleiki að þetta sé sár sem hefur komið til þegar konan lést, en þetta getur líka verið merki það að mjög fljótlega eftir hún lést þá var farið að opna gröfina aftur og þetta sé bara skemmt sem verður það. En skýrasta dæmið að þessar enduropnanir eru eitthvað ferli, eitthvað sem verið að gera, þyljaða gröfin sem nyrst á svæðinu. Og þið sjáuð hérna, þetta höfuðkúpa sem liggur hérna nyrst í gröfinni, og hún hefur klárlega verið lögð. Kjálkin hérna undir, það sést ekki mjög vel út af bara varðveislu, en henni stillt upp í endanum á gröfinu. Höfuðu liggur ekki í eðlilegri stellingum eða við lík sem hefur lagt til. Ofan á höfuðkúpuna, höfuðkúpuna hér, hefur tekið skjöldur og honum hafði verið hvolft yfir. Þannig að þegar við sjáum skildi á sínum stað í þessum gröfum, þá snúa þeir rétt með kúluna upp. En hérna sjáum við að við horfum inn í skjaldarbóluna. Það eru timburleifar úr skildinum og þessi dökki blettur hér leifarnar á skildinum og hann hefur legið yfir höfuðið, þannig að það búið að hvolfa skildinum yfir. Og svo ofan á skjöldin hafði verið þrúað grjóti, þannig að hauskúpan hér, skjöldin oní, og svo tyrft aftur yfir. Þannig að þetta mjög augljóslega einhver gjörningur sem á sér stað þarna. Nú man ég ekkert hvað ég ætlaði að segja næst. Eins og ég sagði áðan, það margt við þennan stað sem í rauninni bara þannig að þessi staður rosalega ólíkur flestu því sem við höfum rannsakað og í rauninni hefur verið rannsakað af kumlategum á Íslandi. Og það var mikið lán í raun fyrir okkur að fá tækifæri til að rannsaka allan staðinn í heild sinni. Það svo oft þegar við erum að vinna vísindarannsóknir og þá fáum við bara að opna einhverja pínu glugga inn í hvert kuml fyrir sig, en þarna gátum við skoðað alveg stóra heildarmynd. Það sem augljósast ólíkt með þennan stað bara stærðin á kumlunum. Við erum ekki vön að sjá svona stóra hauga. 9 metra langur haugur er mjög stór á íslensku mælikvarða með það sem við þekkjum annar staðar frá á landinu. Það líka ansi þétt grafið sem óvenjulegt og það sem annað sem mjög augljóslega óvenjulegt er stefnan á kumlunum. Að við sjáum að það eru klárlega tvær megin stefnur. Þessi tvö hér liggja ekki með sömu stefnu og hinn tvö. Hvað stjórnar því? Í rauninni vitum við ekki, en það eru einhver ákvörðun sem liggur þarna bakvið. Hugsanlega erum við að horfa á eitthvað tímamismun, að það séu frá eldri og yngri, en þó áhugavert að þessi tvö kuml hér, grjótakumlin tvö sem eru ansi áþekka, þau eru ekki með sömu stefnu.
Það sem að verða alltaf meira og meira augljóst í þessum rannsóknum á kumlum sem hafa verið unnið svona síðustu 10-20 árin, jafnvel lengur, að kumlataugur ekki það sama kumlataugur. Og það sem við erum farin að sjá eru líklegast að einhverju leyti merkjum eitthvað svona landslutamun. Og það alveg örugglega ekki tilviljun að eini kumlataugurinn sem líkur þessum kumlataug í Disneysi kumlataugurinn í Dalvík sem var grafinn upp 1908. Og við vitum annan trúlega áþekkan kumlataug bara í kallfæri frá Disneysi, Kumlabrekka, sem við gerðum pröfuskurði í fyrir mörgum árum síðan, og við vitum að þar bátur. En þessi kumlataugur til dæmis allt öðruvísi en kumlataugurinn sem Howell búin að vera að rannsaka á Ingiríðarstöðum, en í Þegjandadal, hann allt öðruvísi en Hringsdalskumlinn sem Adolf rannsakaði fyrir vestan, hann allt öðruvísi en Hrífunes á Suðurlandi, og þeir eru allir líka ólíkir innbyrðis. Þannig að við erum að sjá meira og meira að það líklegast eitthvað svona landsluta munur. Annað sem við erum fann að sjá líka að kannski minna með þennan stað en svona kumlarannsóknir höfug að það sem við köllum kuml, að þetta eru ekki svona bara típisku grafirnar fyrir þetta tímabil, að það eru einhverju útvaldir sem að fá legu þarna. Þetta eru kallar og þetta eru mikið til aðfluttar konur, og það það sem ég vil fara að gera með þennan stað að fara að skoða meira svona ísótópagreiningar og því líkt til þess að reyna að fá meiri upplýsingar hvaðan þetta fólk kemur. Það sem ég glemdi að ég ætlaði að byrja á að segja hérna með aldursgreiningarnar á kumlategnum, að það mjög óvenjulegt með íslenskan uppgröft að við erum ekki með neina sögulega gjósku, en hins vegar eru allir gripirnir eins og eiginlega alltaf í svona kumlategum. Þetta svona 10. öld, þannig að það mjög augljóst að þetta eru 10. aldar grafreitur. Þannig að kumlategurinn á Disneysi, við erum svo sem bara eiginlega, má segja þó að uppgröfturinn sé lokið og við séum búin að setja upp sýningu og því líkt, þá eru þessar rannsóknir á þessum stað bara rétt að byrja og allir sem hafa komið að þessi rannsókn, alveg ég gera bara henni séð það líka, sjá fyrir sér fullt af spurningum sem við viljum leita við að svara á þessum stað og öðrum, að við sem segjum að lærir alltaf bara meira og meira að þetta sagan miklu flóknari en maður taldi og sem sagt fullt af rannsóknum sem á eftir að gera til þess að geta byrjað að svara þeim. Ég veit ekki hvað ég búin að tala lengi. Hálftíma? Já, en allavega þá bara ætla ég að klára það, nema ef að þið samstarfsfólk mitt hafi eitthvað að segja sem að ég en já, þannig að það bara að fá að þakka öllum þeim sem komu að þessu, en mér finnst mikilvægt að enda svona með þennan lista, þess að ég segi þetta verkefni er svona summan af öllum þessum sérfræðingum sem komu áttu stærri að minni hluti að grafa og greina og sumir sem eru þarna á listanum unnu með okkur í 1 dag, en voru þeirra framlag var ekkert ómerkilega fyrir það, og bara minna á það, þó að ég standi þá þetta allir þessir sem hafa gert þessa rannsókn því sem hún þá hætti ég.